Hey besties! Hey besties! Það loksins komið að því að við getum fengið að tilkynna fyrstu vöru tebúðsins sem er lendi í verslanum allt land. Allt land. Besties! Það er besties! Oh my god. Fyrir ykkur, our besties. Já. Besti íslenski ís, besti ís. Besties fyrir besties. Já, á þessi íslenski, þetta er bara besti ís í heimi. Þetta er besties fyrir besties. Já. Nú getur þið notið með ykkar besties. Besties. Hvað er besties í því? En tebúð í samstarfi við Currys er að gefa út besties sem er einmitt núna að koma í alla verslanir og við erum ekkert eðlilega spenntar, við erum búin að vera lengi að búa hann til. Þetta er ostaköku hindberja ís, but there's a plot. There's a plot. Of course there is. Já, því að it's us og við þurftum að hafa þetta smá svona Extra. Þannig að þetta er svona smá, við vildum hafa þetta smá upplifun. Þannig hvers skipti sem þú opnar ísinn þá þarfst að brjóta því í gegnum hann. Brjóta því í gegnum bleitt súkkulaði með hvítum súkkulaði hjörtum. Wow. It's gorgeous. It's gorgeous. Við erum með hérna fyrsta bara demóið hérna. Þetta er ekki í pakningunum, en við erum visslega með pakningarna hérna fyrir ykkur sem eru að horfa. Já. En hann lítur svo svona út. Þetta er demo. Og ég var að reyna að brjóta okkur í gegnum þetta. Já. Við erum þetta með ykkur trésk. Sýndu, ég var að gera bara Look at this. Við erum ekki grínast, sko. Þetta súkkulaði Þetta er besta súkkulaði sem ég hef smakkað á ævi minni. Þetta er það. Are you kidding me? Þetta er bara að það er ekkert betra. Og þetta var satisfying. Ég veit að þetta er svo ógeðslega satisfying. Við myndum borðan, hann er bara búin að bráðuna smá. Já, smá heittinn inni. Það er líka, ég glemdi að loka fristinum yfir helgi. Já, heima. Kemur fyrir. En það kemur fyrir. En við erum komin með besties fristi hérna upp á headquarters, þannig að sem verður alltaf fullar af ís. Þannig að við hlökkum til að fá bara fleiri gesti og getum alltaf gefið þeim besties. Ó já. Og Vissu að þið getur fengið besties það er alveg svoleiðis. í þessari viku. Í þessari viku Já. ætlum við að gefa eins mörgum besties. Já, eins mikið við getum. En á morgun, 5. 11. júlí, þá ætlum við að byrja launchið Já, á svona ísnum. smá pre-launch. Já. Pre-launch. Ná, við verðum í bónus. Smáratorgi. Smáratorgi, klukkan 10 til 12. Já. Eða meðan byrðir endast í rauninni. Í rauninni, já, en við byrjum 10. Já. Og allavega fyrstu 50 sem koma fá mæntalega besties. Líka margt annað. Ekki segja það. Ég er svona, ég var að hafa þetta spennandi, ég var að segja Ég það. held að þetta málega að segja það. Ok. Já. Þið fáið besties og þið fáið besties ból, besties tote bag og áskrift í 1 mánuð á tebúðinu. Yes, sir. Og ef þú ert með áskrift, þá getur þú gefið hana. Já, eða bara nýtt hana. Já, nei, þú getur ekki nýtt hana. Þú gildir akkurat í 1 mánuð. Já, ef þú getur sagt þinni, einmitt, já. True. En allavega, frí áskrift. Já. Og já, kannski leynst eitthvað meira skemmtilegt, hver veit. Hver veit, en þetta verður ógeðslega gaman og hlökkum til að bara leyfa ykkur að koma og smakka. Það er, þú veist, að því að við erum núna að hafa margir okkar bestu vinum fengið, og ég segi vinum að því að stráka sérstaklega. Ég held að strákunir eru svo einu sem Já, búið ég held það líka. Við krössum eitthvað boyfriend party daginn. Já, hvað var það? Strákunum voru eitthvað saman. Já. Við komum hana. Með fyrsta demóð okkar. Já. Það var ekkert sem hann í mæi eða eitthvað. Já, sko, þegar við fengum við vorum búin að fá nokkuð demo, svo vorum við búin að velja út frá demo. Já. Svo, við erum alveg búin að vera að vinna í þessu heilengi, sko. Bara allt þetta ár allavega. Já, allt þetta ár og svo þegar kom vorum búin að velja úr, svo sendt heim til okkar úr því öllu því sem við vorum búin að velja úr. Já. Og við svona, ok, bara í svona stóri dollu og við bara, ok, nú er tíminn til að smakka þetta. Þá var Bensi heima. Þetta var bara ég, þú og Bensi. Já. Og svo kom Gunni. Nei, svo var eitthvað 2 dögum seinna eitthvað. Já. Jú, þá eru strákunir að gera eitthvað. Já. Við förum að hittum þá eða förum til þín á einhverjum ástöðum. Já, Þeir voru bara hana, ég joinaði þá bara. Þeir voru hana og Já. svo var ég bara að byrja hvað þú og svo vorum við ekki að tala besties. Já. Og við áttum smá leftovers af. Vil ég smakka? Já. Áttum leftovers og og þar voru bara strákar, þannig að og þeir voru bara, oh my god, þetta er besti ís. Já, sem ég hef smakkað, sem er bara í alvörunni, það er svo satt. Það er rétt, sko. Þetta er í alvörunni hárrétt.
Ég veit að við erum bæjast og allt það. Nei, en þetta í alvörunni. Þetta í alvörunni besti ís Það í heimi. eitthvað við það að hafa svona smá crunchy. Ég sko, I'm a fan for everything that crunches, bara it's my vibe. Bara, Sunna getur votta fyrir það, bara ef ég sveng þá ég bara, ég þarf eitthvað til þess að bíti. Já. Þetta bara, it's a thing, þetta bara eitthvað. Og hafa ís sem líka með smá svona, bara, er það grínast. Svo gott, og líka bara, þetta svona perfect ostaköku, við smökkum svo mikið ostaköku variations já. Og völdum the perfect texture og perfect amount of cheesecake flavor og svo bara rétta svörlið og allt skilur í hindberja sósunni sem í honum og svo hvíta súkkulaði er bara wow, já. Og þóttu ert ekki kannski fan af hvít súkkulaði, try this. Blanda við þessu, þú veist, við svona ótrúlega sætt með hindberjum, smá ostaköku, svona savory, try it out í alvörunni, bara því verðið að smakka. Og við ætlum bara að vera ógeðslega duglegar að gefa þeim sem duglegar að merkja okkur í stórið sem besties. Ég veit þetta á að vera að koma út all land í næstu viku allavega. En núna svona pre-launch, svona við verðum á nokkru stöðum líka. Já, eiginlega klára að segja, þeir sem takkja okkur í stóri, við ætlum að fylgjast við og velja inn á milli nokkra hefna og gefa, já. En já, við erum að fara eins út á land. Já, í fyrsta helgina, skipti. Já, og ætlum að gefa besties og besties bíl. Við erum á besties bíl. Það er búið að merkja bíl fyrir okkur, skvísunar, þannig að við ætlum að rölda og gefa ykkur ís eða rölda keyrum, fyrir ekki. Við ætlum að keyrum, og kannski rölda eitthvað. Hver veit, algjörlega. Við erum bara að fylgjast með okkur bara grimmt á samfélagsmiðlum til þess að vita hvaða staðsningar við verðum á. Ef við gefa eitt stað upp. Allan að þeir sem eru á kótilettinu á laugardaginn, þeir geti komið og hitt okkur hjá Kaffi Krús, eitthvað kringum 2-leytið. Verðum mætt að fyrr? Já, verðum mætt að fyrr. Ok, 12. Já, 12, ok. En við verðum allavega til 2 og aðeins lengur, sko, þannig að þú veist, þið geta alveg náða fyrr. Já, ég pæla hvenær ísinn búinn. Já, þá bara náum við meira. Já, bara kjörið sér Hveragerði. Já, kjörið sér Hveragerði meira. Bara kjörið sér, við verðum bara á vakt hérna. Þeir eru ekki að fara að sofa, sko. Nei, við finnum út í því. Já, en allan, frá 12, þannig að, en við erum líka að fara eitthvað aðeins ofar. Aðeins norður. Þannig að fylgist þið með og við erum brókast spennt bara gefa ykkur ís og leiða ykkur að smakka og spjalla við ykkur og eins og ég segi í fyrsta skiptur, ég meina við höfum aldrei farið sem tilboðið eitthvað út á land, gert eitthvað aðeins öðruvísi heldur en gamla góð höfuðborgarsvæðið. Sem aðeins að komast út á landsteinuna, sko. Já, aðeins það svona bara pröfa eitthvað nýtt. Vonandi er það heima. Já. Þið sem búið þarna. En annars verður þetta bara, þú veist, hverjum langar ekki frían ís og koma að segja hæ. Annars getið þið líka bara að versla eins og. Já, líka ef við komumst ekki að missa af okkur og þannig að. Þá er hann líka í verslunum nálægt ykkur. Þannig að það verður geggjað. Þetta er svo spennandi. Við erum svo stoltar af okkur sjálfum. Við erum svo stoltar af þessu samstarfi. Verkefni. Og það er bara rétt að byrja þetta verkefni. Við erum bara, it's here. Við skilji ekki vorum vinna lengi í þessu og hvað bara, þú veist, allt frá öllum umbúðunum, þetta er allt svo ótrúlega útpælt. Við erum með besta grafíska hönnu sem að fyrir finnst á þessu landi. Rétt. Og við erum alltaf jafn þakkláttar og hann sér alltaf okkar vision og við tökum hann alltaf með öll svona verkefni. Það er svo fallegt, við erum að skáli bestis. Já, skáli bestis. Og þannig í næstu viku þegar við tökum á þátt og verðum við bara með ísinn en það með ykkur. Getum sýnt ykkur hann í dollinni sjálfri. Þannig að við viljum líka fá bara allir að gera taste-test á TikTok, sko. Já, algjörlega. Við ætlum að gera líka eitthvað smá skemmtilega gjafaleik út úr því. Þannig að fylgist þið bara teboðið Instagram, teboðið á TikTok. Já. Bara fylgist þið með. Það er svo mikið framöndan sem okkur langar bara að gefa græja og bara vera með ykkur og fagna að að besti ís í heimi sé komin út og hann verður aðgengilegur öllum. Besti og fallegasti. Líka það, sko. Ég væri svo til að fylla fyrstu minn bara bleikum ís. Hann er svo falleg, þetta er the perfect pink. Þetta er það. The perfect pink. Og ég held ég skilja ekki hversu marga bleika við fórum í gegnum til þess að finna þennan bleika. Já, þetta er alveg. Nei, þetta er ekki rétti bleiki. Og bara besta nafni heim og ís. Það er ekki besties. Já, þetta er besties fyrir besties. Þannig ég er svo stolt að our secret is out. Já, þetta er stóra lindamál okkar sem við erum búin að vera tísikur í allt ár eitthvað með. En það lóksist koma þessu og við erum bara ógeðslega spenntar. En í tilefni þess ætlum við að taka bara smá svona besties þátt. Já. Bara iconic besties, hver eru besties, hvað gerir maður með besties og alls konar. Alls konar. En fyrst sem maður gerir, maður ofta njóta ís með besties.
Bara 100%. Þannig að ég er líka búin að vera lasin síðustu núna, heyri kannski á mér smá kvefuð. Búin að lasin núna síðustu 3 daga. Veist ekki hver oft búin að vera bara, oh my god. We're dying for besties right now. Ángrís, ég er ekki búin að hugsa og bara, mér er oft búin að langa í ís á þessu ferli sem ég er búin að gera þetta. Ég hef ekki einu sinni fengið mér og þetta er eini ísinn sem ég langar í. Ég er ekki bara hægt að fucking drífa sig. Já, þetta þarf að koma út right now. Það var að koma svo út við það. En mér, þetta er bara fullkomin í sumar og allt svo les. Já, þetta er svo spennandi. Já. Þannig já, wow. Ég er It's our ógeðslega spennt. baby and it's here. Þannig að við hlökkum bara til að heyra hvað ykkur finnst. Já. Hvað ykkur finnst hann. Svo spennt. En þegar þú hugsar svona besties, að við erum búin að búa rosa mikið svona undarfæri hjá tilbúin að tala besties. Og um það alveg svona vinkonu break-up svo þannig. Kannski á svona meira neikvæðan hátt eða svona þannig. Já, bara svona drama kannski. Já, part of this life was hard en lífið er upp og niður og ís er líka alltaf fyrir öll tilefni bæði upp og niðri. Já, þannig, maður fagnar með ís og maður leiður með ís. Já. Þannig að ís er alltaf your bestie, þannig að þetta er bara fullkomið. Veit það. En við viljum bara reyna að tala ekki ís en það verður mjög erfitt. Hann er bara svo sæturinn og beintur frá hann okkur líka. Já, líka bara þessi kælir, hann bara starir á mig og ég bara, hann er svo fallegur, við erum að sýna ykkur mynd á hann. Já, hann er gorge. En já, við erum búin að vera mikið að tala þessu vinkonu break-up, svo eitthvað þannig. Og eins og við erum besties og eigum núna ís sem heitir besties. En við kynnumst, ég veit ekki hvort að þú veist, kannski bara rifðum við fyrir þá sem ekki vita. Við kynnumst í MS, þá erum við, hvað gamlar? 12 ára. Nei, ekki sambandið okkar. Þegar við kynnumst. Já, við vorum 17 ára. 17 ára, já. Þannig að þú veist. Þannig að þá erum við búin að þekkjast 11 ár. 17 plus 1, já. Já, 11 ár, já. 11 ára samband, en hvað er ekki alltaf að tala 7 ára samband? Jú, það var svona for life. Já. Við erum löngu komið, mér líður samt þessi geða stutt síðan það var. Já, mér líka. Það var aldrei því að tebúið var að byrja. Já. Þá vorum við ekki komna með 7 árin held ég einu sinni. Við vorum að detti það. Það? Eða vorum bara 5, 10, svo segir það er alltaf góð hugmynd að byrja að reikna. Shut up. Ég get ekki reiknað þetta. Ekki. Við erum búin að vera 5 ár tebúið. Nei, við erum 4 ára í ár. Það? Það ekki? Jú, við erum ára eldri embla. Jú, oh my god. Hún bara fann að lemja mækana hérna. Nei, já, við byrjum 2020 alltaf. Þannig að það er auðvitað fyrir okkar að reikna. Já, 4 ár, já. Já, þá vorum við komið 7 árin. Já, einmitt. Það var 8. Já, þannig að við erum lengur komin yfir that life, you're a lifer. You're stuck with me for life. You're a lifer. Svo kemur alltaf að segja það eftir og segjum núna you're life, my lifeys Lifeys, er það my lifers. Já, þess er búin vinkur mér for life. Lifer. Já, ég sá að Hildur sett eitthvað svona stóri Já, hún skrifaði eitthvað, ekki lifer sem skrifaði eitthvað svona Lifeys, eitthvað. Hvað skrifaði hún? Nei, hún skrifaði eitthvað svona það var eitthvað svona í 8 svona Kim og með eitthvað annað saying, það var cute sko. Þannig að já, slum næst ís, lifeys. Já. Lifeys. En nei, þannig já, þú ert kannski að hlusta, þú ert kannski ekki orðin 17 ára eða löngu orðin 17 ára, en þú ert kannski búin að hitta your bestie. Eða ekki. Eða ekki Nefnilega. Maður kynntist alveg hellinga besties bara á seinni árum, eða þú veist, mid-20s. Klárlega. Og þú veist, maður getur líka átt svo margar besties. Það er líka, og þú veist, besties er ekki bara eitthvað duo, það getur líka verið bara trio, foursome, whatever you want. Group, friendship group. Þannig að, en já, við kynntumst þess í MS þegar við byrjuðum saman í bekk, í öðrum bekk. Já. Það vorum eitthvað skuli 4 ár, kæru vinir. 4 ár, krakka mínir. Já, sem að við taka 1 auka ár þarna. Já. Þannig að voru 3 ár saman í bekk. Já, við vorum búin með fyrsta bekk. Já. Þú varst alltaf á félagsfræðibrautinni. Nei. Þú varst á náttúrubrautinni. Ég byrjaði þar sko, já. Alveg rétt. Alveg bara delusional. Nei, alveg. Gerðu það til þess að komast inn, eða? Nei, það erfið að komast inn á náttúrubraut. Nei, það er miklu meira aðsókn félagsfræði. Nei, við sko gerðist. Ég hakaði í þetta, svo ætlaði að skrolla niður. Skrollaðist niður. Og ég hef ekki tekið eftir því. Að ég man, ég setti, svo man ég fór breytti áfram. Þannig að hefur bara, það er einu explanation að ég myndi aldrei for the life of me. Nei, ég þekkti alveg marga sem fóru inn á náttúrubrautina til að skipta svo.
Nei, ég var bara, ok, ég læt mig hafa þetta. Ég reyndi, og þetta var svo fucking nervitt. Ég var bara, hvað gerst hérna? Sérstaklega í hérna fræðinni sem var að tala um hana lotukerfið og það allt. Eðlisfræði, já, og líffræði og okkar. Við fórum þetta í það líka í félagsfræðinni, sko. Nefnum bara örgulega ekki eins djúpt. Já, þetta var alveg erfitt, sko. Ég var bara, ég er ekki fara að muna þessa lotukerfi utan á ef ég kann ekki 606, skilur við. Þú veist, ef ég kann ekki 600 töfluna, þá get ég ekki lotukerfið. Eða hvað? Jú, en ég bara hafði ekki metna fyrir því. Já. Og ég hef ekki heldur menta fyrir 606. Þess að fyndi svona pæli að sækja menntaskóla. Já, það er að hjálpa litla bróðum mínum að gera þetta daginn. Ég var bara svona, vá hvað þetta fyndi að pæla í þessu. So it's been a while. It's been 10 years. Og ef þú tekur okkar vináttu 11 ár, hvað er maður gamall að sækja menntaskóla? Er maður ekki 16? Jú, 16 ára. Já. Á 15. Getur 15 ára á 16 ára, já. Haldið, okkar vináttu pluss 1 ár, pluss embla. Pluss embla? Já, pluss 4 ár. Eða fyrst, já. Hvað er þetta að reyna? Þá erum við að hjálpa henni að sækjum. Já, ok. Pluss embla. Yes, makes sense. Right. En það er galir. Já, bara frá því við kynntumst á. Já. Mínus það en byrjun á. Pluss embla. Pluss embla? Pluss embla árin hennar 3 pluss 1. Ok, nei. You lost me. Okay. You lost me. Ok, þetta er ekki hérna. En já, þannig að það er ógeðslega margir sem kynnast líka mitt bestu vinkonum sínum bestís bara á seinni tíð og það er líka, þannig að við kannski bestís inni sem við bara eftir að kynnast. Hældi því? Ég er mjög spennt. Já. En það getur bara verið mömmuhópar, þú veist, ef maður eignast barn eða bara maður fyrir nýja vinnu, ógeðslega margir eða ógeðslega góða vinni úr störfum. Skóla og nám. Skóla og nám. Alls konar. Margir líka sem að eignast gekk og vini í gegnum eins og vini magasíns. Já, nokkulega. Þú veist, kærastæðin á, þú veist, eitthvað besti vingunum, besti vini og þú veist, þá kynnist þig gegnum það. Svo líka bara fjölskyldumeðlimir. Já. Þú veist, ef þú blandar saman fjölskyldum. Og bara kynnast nýju fólki. Maður er alltaf að kynnast nýju fólki. Maður er alltaf að kynnast nýju fólki sem er svo fallegt. Já, það er svo cute. Það er ógeðslega cute. En ég tók, internetið tók saman fyrir okkur smá svona iconic Hollywood friendships. Friendship duos. Sem alveg fallegt að pæli. En Cameron Diaz og Drew Barrymore, það er dæmi. Já. Besties. En það kynnturst náttúrulega á setinu af Charlie's Angels. Það var uppáhaldsból mín, ekki alltaf. Ángríns, það voru svo mikla gellur. Ángríns. Það voru svo mikla gellur. En Cameron Diaz sagði to LA Times, I have absolute faith in her. You can't even comprehend how hard it was to be her as a child. And then she shouted out to the other end with the ability to save herself. Þannig að hún er mjög stolt af Drew Barrymore fyrir að koma upp úr erfiðum fjölskyldu. Erfiðri fjölskyldu. Það er mjög fallegt. Og líka það kynntist bara í vinnunni. Já. Við erum bara ennþá besties. Svo er það, ég er að taka bara fólk sem við svona þekkjum, en Anderson Cooper og Andy Cohen. Þú þekkir þá. Ég þekki Andy Cohen, hver er Anderson Cooper? Hann er líka svona, TV presenter. Já. En þau áttu þeir tveir áttu sameiginlega vinn sem reyndi að svona link them up eða setja það saman svona makalega já, 1990 en þeir bara náðu að connecta en bara sem bestu vinnir og hafa síðan verið bara bestu vinnir og eru ofta, þú veist, mitt kollaborata saman í alls konar verkefnum eins og ég sé, þeir eru ofta báðir með þarna New Year's Eve á New York Times Square þú veist, það er svona einhver live útsending þannig að það er ógeðslega grútlegt að þeir séu þú veist, ennþá í dag bara bestu vinnir eftir einhver reyndi svona romantically put them together. Það er svo cute. Ógeðslega cute. Má ég nú sjá það er svo ógeðslega margir sem eru frægir sem eru teknir hérna fyrir en svo er náttúrulega Taylor Swift og Blake Lively. Já. Taylor Swift og mjög margar besties. Já, mjög margar. En hvernig kynst þú Blake? Veistu það? Það stendur ekki sko að hvernig þær kynnast en það er víst líka eitthvað í gegnum Ryan Reynolds. Aha. Já. Hvernig þekkir hún Ryan? Það er spurning sko. Veit ekki, en það er líka tekið fram Taylor Swift og Sophie Turner. Sophie Turner náttúrulega sem við þekkjum úr Game of Thrones.
Og svo líka tekið fyrir Taylor Swift og Selena Gomez. Þær samt kynntust báðar að þau voru báðar að deyta Jonas Brother. Þannig að þar voru svona magavinkonur. Magavinkonur, já, svona fjölskyldu eitthvað svona, já. Þannig að það þeir eru náttúrulega bræður. Já. Svo Maisie Williams og Sophie Turner, náttúrulega Game of Thrones Queens. Býtið Maisie, hver er það eftir? Já, Arya, já. Arya, já, úr Game of Thrones. Þær tala að þær séu bara bestu vinkonur frá live því að þær bara fengu þetta hlutverk á sama tíma og ég runni bara ólösaldi upp saman. Það saman með Harry Potter fólkið. Mér finnst leiðilegt að þau séu ekki ofta saman einhvern veginn. Þau ólust bara upp saman. Já. En svo líka ámar alltaf líka þannig vinni sem að þarf ekki alltaf að vera með. Nei, og líka bara kannski búið ekki í lengri sama landi eða eins og þú veist, ég myndi mér svo erfitt að vera í sambandi sem Hollywood einstaklingur skilur sem kannski ykkur í LA og ykkur í Bretlandi eða eitthvað þannig. Svo svona bestu vinnir eða svona þú hittir á þú skilur hitta í ári 2 eða eitthvað og svo bara hittst þig og það bara nothing changed. Já, bara eins og ekkert að bara eins og hittst í gær sko. Það ógeðslega fallegt. That's so cute. Svo tala um Meghan Markle og Serena Williams séu mjög góðar vinkonur. Er Serena Williams bresk eða? Nei, hún Meghan Markle náttúrulega ekki bresk. Nei. Hún frá Kanada, já. En Serena Williams og Meghan Markle, þær eru vinkonur áður en Meghan Markle var a royalty. Meira segja, minnum mig að Serena Williams hafi verið einu af þeim sem hélt babyshower hennar. Jaha. Já. Sunnuði mætti rocktónleika. Hvað gerðist? En já, það mjög krútlegt. Það ekki talað þær hafa hist á Super Bowl 2010. Já. Og bara svona hittað off og bara verið nánar og góðar síðan, sko. Það random stað að kynnast einhverjum. Já, og verða eitthvað besti vinkonur. Svo Jennifer Lopez og Leah Remini. Mannski eftir Leah Remini. Hún var í queer, nei, oh my god, hvað héti þáttættinum Kings, oh my god, þú pottit séð, þú voru alltaf á Skjá 1 á síðan tíma. Já, King of Queens. Já. Manstu ekki eftir? Jú. Þeir voru alveg skemmtilegir. Hárðu ekki mikið á, ég sé núna þessi hún. Já, hún allavega og Jennifer Lopez eru mjög góð vinkonur. Þær hittust 2004 og það var svona instant chemistry thing, segir Lopez. Ætla sé ennþá vinkonur eða? Það svona, þær eru búin að minnka sambandi sitt, eða þú veist, minnka allan að tala opinberlega það síðan 2020, en það náttúrulega svo ógeðslega áhugavert og við bara verðum, ég vona að þetta sé ekki bara sem við segjum ætla að gera, við verðum að taka þátt þetta, að því að Leah Remini var partur af vísindakirkjunni og hún fór úr henni og hún bara búin að vera núna bara í mörg ár, bara hún búin að gefa bók þetta og eitthvað svona þannig, mörg ár búin að fara við til að tala þetta, bara morðhótanir sem hún fékk og þetta alltaf kirkjan sem að Tom Cruise í. Já. Og þetta víst bara eitthvað fuck shit. Þannig að hún talaði líka í einhverju viðtölum og ógeðslega margir vinir hennar. Þú veist bara hætti að vera vinir hennar. Það var bara hættulegt. Þegar hún hætti. Þannig að núna er hún bara helga lífinu sín að tala ítlum vísindakirkjuna eða ekki tala ítla. Reyna exposuna. Svona smá. Já, á þess að vera dreppin eða eitthvað. Já. Það var alveg áhugavert að taka fyrir bara, what the fuck's going on í vísindakirkjunni. Bara, ef einhver veit hvað er gangi, láta okkur vita. Já, við getum kannski horft okkur heimildarmyndir, hlusta kannski á bókin hennar og svona tekið saman. Það var eða kannski fengið eitthvað sem veit ekki eitthvað mikið um vísindakirkjuna. Það er örugglega eitthvað sem er svona sem er búin að helga sér að kynna sér þetta. Þá getur sagt okkur. Amy Schumer og Jennifer Lawrence, þær eru víst besties. Alveg comedy combo. Já, það er mjög fyndið á milli þeirra, sko. Ég held að J-Lo er bara ein fyndnasta mannski sem er til. Já, Jennifer Lawrence. Já. Algjörlega. 100%. Það er ekki tala um hvernig það kynnast nákvæmlega en það er fyrst svona síðar saman í kringum 2016. En já, það sé eigi bara mjög skemmtilegt samband. En Emma Stone og Jennifer Lawrence eru líka besties. Vá, það er ekki geðið kombo. Já, ég held að Jennifer Lawrence sé svona manneska, ekki að Emma Stone og Amy Schumer sé það ekki, en bara sérstaklega Jennifer Lawrence, sem getur bara verið vinkona allra. Já. Þess að hún var gekk og vinkona Kris Jenner, var bara alltaf í matabóðum hjá henni, alltaf bara að drekka og svo. Og bara Kris gerði allt fyrir hann. Já. Bara J-Lo is coming. Já.
geðveikt sko. En Emma Stone og Jennifer Lawrence þær kynntust í gegnum sameiginlefinni og þannig að þær náðu svona sérstaklega að bonda saman yfir bara svona their shared Hollywood experience og svo voru þær báðar með sama stólkar. Mér þarf að báða líka að vera svona smá svipaðar svona skala leikonur, svona gera alvarlega myndir, fá Oscar og svo líka í grínmyndum, skilurðu? Já, alveg rétt sko. En heyrðu, það áttu báðar sama stólkar. That's creepy. Hann hét John, the orchestra guy og hann var alltaf óvart innan gæðsalva að SMS-a þær. Ég þúl ekki því að sendi fólki óvart það. Það úþúl. Líka bara báðar. Hvernig fokkanum fekk hann númerin? Það svo góð spurning. Svo náttúrulega Courtney Cox og Jennifer Aniston. Goals. Já, fallegt vinasamband. En maður manns þetta á tímabili, svona aðeins back in the days, áður en þær voru svona afturkomnar á samfélagsmiðla, svona eldri, skilu. Það var alltaf eitthvað rúmur og það væri ekki vinkonur. Það væri ekki vinkonur alvegni. En svo byrjaði hún með þarna þættina Cougar Town, Courtney Cox, og Aniston og Lisa Kudrow voru báðar í því, þannig að þetta var svona maður var bara, what? Já. En þá var eitthvað sagði líka að Lisa og þær eru ekki vinkonur. Já, ég held að það sé ekki rétt. Ég held að það sé bara ekki eins nánar. Nei. En ég held að það sé ekki rétt. Ég held að það sé öll geða góðu vinir. Ég held að líka. Og ég held að það sé svona vinir sem þurfa ekki að heyrast daglega. En bara eins og þegar maður horfði á Friends Reunionið og bara, oh my god, bara hverski sem maður hugsa um Friends, hugsa maður Matthew Perry. Já. Bara RIP. En þegar maður horfði á það, þá voru þetta svo mikið svona, oh my god, það er svo langt sem við hist, en samt voru bara hlæjandi eins og við hist í gær. Fallegt. Já. Fallegt samband. Svo það var komið eitthvað nýtt Matthew Perry? Já. Bara að búið að finna af hverju hann dóið, ekki? Og var eitthvað komið ljósa að það geti verið sakfellt og eitthvað. Já, hann var með eitthvað lyf sem átti ekki að vera með subscribed eitthvað stærri skammtur og eitthvað svona. Ég sá það ekki. Kannski er þetta eitthvað conspiracy. Já, líka, hvað sástu þetta? Ég veit það ekki. Þú voru að passa svo fucking TikTok, sko. Já, ég veit það. Ben Affleck og Matt Damon. Já. En þeir voru víst bara, eru bara búin að vinna síðan þau voru bara pínu litlir og voru alast upp saman í Cambridge, Massachusetts. Þannig að ég bjó. Einmitt. Boston. En voru þeir ekki eitthvað svona spólu? Jú, Good Will Hunting. Já, Good Will Hunting, já, einmitt. Já. Þannig að það sem þú veist, bara Oscar. Já, bara eldgömmlu. Þeir eru bara pink og litlir í einu. Já. Mjög góð. Þannig að hann kannski að leita til Matt Damon núna en Ben. Í hjónabands erfiðleikum. Já. Og the divorce. Já. Oprah Winfrey og Gayle King. Þau, þær eru mjög þekktar bestu vinkonur. Gayle King er svona, TV-presenter eða svona, hefur tekið mjög fræg viðtöl. En öðruvísi en Oprah, skilja. Hún er meira svona Good Morning America og fréttunum og þannig að meðan Oprah er svona spjall. En náttúrulega líka ógeðslega þekkt að Oprah var náttúrulega besta vinkona Michael Jackson og það er það sem komin á framfæri. Hún fekk fyrsta viðtali við hann eftir eitthvað svona stórstæði gest að hún er besta vinkona hans. Rosalegt. Já, en þær eru búin með vinkonu í 46 ár. Það er tími, sko. Einn daginn var það við. Ég veit það, ég er svo spennt. Snoop Dogg og Martha Stewart, það er náttúrulega bara mest random besti. Svo random. Já, en það er svo grútlegt. Ég elska svo les. En þau eru bestu vinir eftir að hún bauð honum í þátturinn sinn að búa til kartöflu, mashed potatoes, bara kartöflu mús. Já, 2008. Og svo síðan þá erum bara búið að vera vinnir og gera alls konar collaboration saman. Hann hefur búin að búið bók og allt bara. Já, og þau hafa gert margt mikið þannig saman, sko. Vorum með eitthvað cook-þætti og eitthvað. Iconic duo. Já. Leonardo DiCaprio og Kate Winslet. Já, þau eru bara svona, voru þau ekki bara saman dæmi? Já. Alltaf þegar maður sér eitthvað ræður sem maður svona Okay. Þetta er auðvitað svona it was never the right time. Þetta er svona þannig dæmi. Já, líka hann var auðvitað svona gett mikið wild boy og hún var svona alltaf svona konan sem hann leit upp til svona Svo fann hún sér bara manni sinn og er bara með honum sko í mörg ár. Já, honum er þetta svona one that got away. Já, og líka kannski hjá henni. Þú veist, hún kannski líka bara þú róar þig ekki nógu eða þú veist, fattur þig. Hann er náttúrulega ennþá að. Já, ég tala um það, skilu, hún bara svona, hún gifti sig og hún bara fann mannin sinn sem hún var brástöngin af en að því að hann var bara aldrei að róast eða þannig. A child.
Even though the two never dated. En þetta bara eftir Titanic. En þau bara pröfið að setja á TikTok bara Leonardo DiCaprio og Kate Winslet. Þau sjáu þessi moment. Já, maður svona, í maðurinn hennar í húsinu? Já, bara... unga kærastan hans. Já, einmitt. Eina þeim. En þetta svona dæmi eins og náttúrulega veit maður fullt af fleirum. Þú veist. Og margir sem að, maður fylgjast með kannski meir í dag. Það eins og núna myndi að vera Kylie og Stas. Já, það mjög famous right now. Já. Mér líka uppáhalds mitt svona dúo því ég hugsaði svona þetta topic Ian Somerhalder og Paul Weasley úr Vampire Diaries. Já. Þú hlýtur á að séð eitthvað. Ég hef alveg séð, já. Þeir eru svo skemmtilega líka á netinu, svona opinbert sambandi. Það gerir grína hvort annað öðrum. Já, þú veist, Paul alltaf bara hrauna yfir Ian, bara gera grína á hann, svo fucking fyndið. Og þeir eru bara að kynnast þarna í Vampire Diaries og eru bara bestu vinir í dag og eiga bara saman eitthvað Bourbon Company og eru bara alltaf saman. Þetta er krútlegasta svona vinsamband sem ég sé. Þetta er svona genuine vinsamband. Já, í Hollywood. Það er svo oft maður sé svona, já, ok. Já. Svo líka allt í henni var þetta að koma aftur upp á forripitsi mitt, Chase Crawford, Nate Archibald. Já, ok, já. Og Miles Teller. Miles Teller veitu? Hann var væral... Akkur veit ég þetta nafn, en ekki... Hann var væral eftir að spóluna, flugspóluna, allt í voru bara, akkur Miles Teller, allt í voru hot. Top Gun, já. Top Gun, já. This dude. Já. Þau eru í ykkur svona voða svona vinahóp og eru alltaf að deila. Þeir þrír? Nei, það er fleira fólk í því. Já, þeir eru svona frægir, skilur. Og svo konan hans, eitthvað Teller sem manni hvað heitir, hún alltaf að posta vídeo á þeim tveim. Tósta Nate fór í Chase. Já, fór í Call of Daddy. Já, við langar svo að hlusta, ég er ekki múin að því. Já, við þarfum að hlusta það líka. Þetta var lúkslega skemmtilegt, sko. En ég skilði það svo vel, bara að vera á setti og leika. Það er svo ógeðslega leiðilegt að maður heyrði eins og þú veist, Sex and the City. Þeir hata bara gráðara. Já. Svo bara aftur núna, hvað er það að taka upp núna? Er það þættir eða? Ég veit ekki ef Samantha, ég man ekki hvað hún heitir in real life en Samantha í þáttunum. Hún er eitthvað Kim eitthvað. Já, hún heitir Kim, já. Eitthvað, hún lítur að vera búin að staðfesta eitthvað það mátti víst ekkert búa til meira nema hún væri samþykk og hún vildi vera með. Það fengið þessa greiðslu sem hún baði með eitthvað. Hella, sko. Og hvað eru svo bara að leika saman og vitum við öll að þið hati hvort aðra, skilur. Já, það er svona off. Já, það er ógeðslega leiðilegt, sko. Hvernig, en þú ætlar þessi góð leikona. Við náðum bara að trúa í mörg ár. Þetta voru ekkert eðlilega margir þættir, sko. Já, við þurfum að taka Sex and the City þátt, bara taka alla seríun aftur. Og myndirnar. Já, og því að ef maður horfir á þetta í dag aftur, þær eru svo skringilega toxic sumaræðum, eða svona sérstaklega Carrie. Hún fór alltaf smá í töðunar á mér. Ok, Carrie, og þetta dökkari. Nei, Carrie aðal. Já, Carrie Brass, já. En hvað heiti eftir dökkara? Hún var Charlotte og svo var rauðharða Miranda, já. Miranda, ég gat hann aldrei. Nei, hún var bara svona með. Já. Það var eitthvað, hún kom fram við manni sinni sem var svo leiðilegt. Ég veit ekki. Við vorum að ræða daginn. Við vorum að ræða í New York. Í New York, já. Við vorum að flashback. Já, við vorum að ræða í New York. Við vorum svona það sem að þær voru og eitthvað. En já, klálega vorum að taka bara Sex and the City, sko. Ég langar að horfa á þetta aftur. Ég er búin að horfa svona klippur alltaf á netinu. Ég er bara svona, hvað er samlega þessu? Því að, þú veist, hvað er Carrie fucking toxic? Já, ángríns. Ángríns. Hún lætur allt sem varst sjálf á sig og bara svona, ég þarf að horfa á þetta aftur. Svo góði þættir. Þetta er svo sem góði þættir. Sem er favorite, hún er alltaf verið ángríns. Best. Hún er best. Ég bara að það setur eitthvað fast í mér þetta sushi moment. Ég veit ekki hvað það. Já, hann kom svo sent heim og hún ströllaðist. Bara, ég veit ekki. Var það í spólun? Ég man það ekki. Það getur vel verið, sko. En ég hef séð þetta þættina. Já, ég þarf að byrja þeim aftur, sko. Þeir voru iconic. Og þú veist að fólk er að lesa hana, því hún er alltaf svona, þú veist, rithöfundur. Fólk er að lesa the column sem hún er að skrifa. Bara svona, hvað er hún að fucking skrifa? Hvað er hún að segja? Já, ég veit. Hugsa fyndi. Shit, við verðum að sjá þetta. Aftur bara. Já, bara svona, með nútíma augum, skilur. Já, það er alltaf svo margt öðruvísi með nútíma augum. Svo fannst mér líka að Carrie Diaries svo skemmtilegt. Það var leiðilegt hvað það hélt ekkert áfram. Já. Austin Butler ekki með Elvis Presley hreiminn. Nei, bara original. Those were the times. En talandi að ferðast þegar við vorum í New York í borg Sex and the City í borgar sem margar bestis hafa orðið til gott
tipp fyrir ykkur sem er frá að ferðast og viljið, þú veist, kannski gera sambandi ykkar nánara við vini, þá erum við að taka sambandspili með Blush með. Já, við gerum það náttúrulega úti á Króatíu. Já. Það var svo skemmtilegt. Já. Við vorum með sambandspili fyrir Blush og gengum bara hringinn og varum bara öll að spyrja, þetta alveg frekar djúpar spurningar sumar. Já, sumar eru bara eitthvað svona, þú veist, hvað kinkið þitt eða hvað, þú veist, eitthvað svona eitthvað fyndið eða eitthvað, þú veist, en sumar einmitt alveg djúpar og það var ógeðslega gaman að spila þetta sko með mögunum okkar, þú veist, þannig við vorum allar stelpuna saman og allir maganir og vorum öll að, þú veist, maður heyra hvað aðri voru að segja og svona, þetta var svona get wholesome. Já, þetta var það og alveg fyndið inn á milli, þú veist, eitthvað svona. Er ég að segja upp á kynlýstarlíkunum mína? Já, eitthvað svona þannig, sem var alveg ógeðslega fyndið, þannig að þið, það var búið að taka út allt eitthvað svona verkefni, en það eru verkefni sem er ekki gaman fyrir pör að gera. Það er líka gaman að gera það, sko, við spilum þetta líka bara við vorum bara 3 úti. Já. Það var ógeðslega gaman líka, bara vinkonunnar, skilur bara svona, og þá svona rifja maður svona upp alls svona hluti í sambandi og svona, hvernig kynntust þið, maður svona, já. Einmitt. Svona, kannski, maður hefur ekki rætt að geta lengi og eitthvað svona alveg detailin. Þannig er sjúklega skemmtilegt líka bara on girls night, sko. On girls night, já, klálega. Og svo eða þú veist bara farið í ferð með, þú veist, maganínum, þá getur við líka tekið þetta og tekið forleikurspilið. Já, einmitt. Sem er meira svona eitthvað, ég held að það sé meira svona eitthvað, hvað fíla þú að sé gert við þig. Já, ég held ekki prófa það. Ég hef ekki heldur gert það. Það er að prófa það. Ég held ég hef bara sambandspili. Já, ég líka. En ég hef aldrei fattað að taka með. Nei. Fyrir en, þú veist. Magna var bara með í veskinu sínu, hún var bara alltaf með í veskinu. Já, I love it. Ógeðslega skemmtilegt og hún segir þetta og hún í sínu pari múnum með þetta. Takk oft upp bara, þú veist, þegar út að borða eða eitthvað svona, þú veist, að ferðast bara svona að spjalla. Þetta var stundum með maður svona alveg bara búin með öll toppikinn við magasinn eða bara, eða þeir eru bara ferðast við með bestu vingunni og svona gaman bara svona starfstekur eru svona alveg umræðu, skilur við mælum allavega mikið með þessu. Mælum ógeðslega mikið með. Þannig að þið veitir hvert þið að fara til þess að taka eitthvað svona skemmtilega spil með. Já. Það er aldrei leiðilegt. Það er aldrei leiðilegt. Ef að kíkja hvaða svona, þú segir, hver fleiri dattir í hug þegar þú hugsaði besties? Chloe og Scott. Já, þau eru svo sæt besties, já. Þau eru svona smá couple bestie goals, skilur. Já. Og stundum er þetta svona ómikið. Einmitt. En bara svona í gamla dag, meira kannski. Líka Rob og Scott. Já. Þeir voru ógeðslega miklu vinir. Þegar þú veist allan þegar það var sýnt frá því. Já, Kendall og náttúrulega Hailey Bieber. Já, þeir eru ógeðslega miklu dúllir. Ég bara dyrka öll svona vídeóin, svona YouTube-vídeóin sem maður fær frá þeim. Já. Sér maður svona alvöru hliðina, maður sér ekki alvöru hliðina Kendall í þáttunum, finnst mér. Nei, ekki nógu mikið. Og hún sagði líka bara í þessari nýju seríu, hún var bara hvað, ég veit að I come across as the most boring person, I promise I'm not. Já. Og var bara hvað eina sem ég tala með kvíði minn og hestandi mínir. Já. Þannig að hún er allan bara svona, þú veist, acknowledge, eða svona sjá, þú veist, það, en þetta veit maður að meira bak með hana. Já, ég meina, Gellan á tequila fyrirtæki, sko, hún hlýtur að vera skemmtileg. Það er eitthvað skemmtilegt við hana, sko. Það hlýtur að vera. 100%. Og hérna kemur einhver sem segir Kevin Hart, meina ég, og The Rock. Já, það er skemmtilegt við einu samband. Hún kíslega random dúo. Já, en samt svo skemmtilegt. Þú veist að fyndi hvað Rock er eitthvað svona, þú veist þess að hann er ógeðslega Dwayne Rock Johnson, hann er ógeðslega svona wholesome, hann er bara búin að vera með sömu konunni sinni alltaf, þú veist, það er aldrei eitthvað cheating rumors hann eða eitthvað þannig. Ekki? Nei, ekki sem ég veit af. Mér líður þess að ég hafa heyrt eitthvað eftir mann. Nei, svo er bara Kevin Hart bara, já, veist, hann er bara alveg algjörðingaling, sko. Með bara, eru þið saman ennþá? Hann var með eitthvað, maður svo vel eftir brúðkaupin þeirra og allt þetta og geði flott, ég var bara, vá, geggjað. Nei, svo bara 6 mánuðum seinna, cheating rumor. Já. Batnaði hann einhverja gælu það? Nei, ég held að það var ekki batnað, það náðist að vídeo. Það var eitthvað svo les. Og hann þurfti alveg að skriða tilbaka, sagði hann. Já. Það sé sjöld. Já. En hann, bitch. Ég veit. Ha? You're a fucking bitch. Fucking bitch. Nei, Kevin Hart og The Rock og svo fyndi dúo. Hvar eru búin að gera margar spólu saman um dag? Oh my god, svo margar. Hvar byrja þetta? Maður fyrst var svona vókei, eitthvað ennu mynd sem var svona, jæja. Já, þeir eru bara, ég leik ekki nema hann sé með. Já. Þetta er bara, betur, ég verðilega, það er svo fyndi líka því að hann, eins og ég var að segja, með
Dwayne og Kevin bara, þú veist, hann eitthvað sem meira svona humble, meira svona down to the earth, Dwayne Johnson og svo Kevin Hart bara alltaf að gera grína á honum og það sem fyndi eins og eitthvað viðtal sem að Dwayne eitthvað að segja svona, já, þú veist, svo bara ég útláð þakkláttur og svo bara keypti ég, þú veist, gæti ég keypt húsanda mömmu minni eða eitthvað þannig og Kevin var bara fór bara springur hlátur og bara hvað you've been rich for 20 years you're just doing that now og bara eitthvað svona gera lítið úr honum og ég veit ekki, það svona skemmtilegt Ég elskar svona roasting roasta svo annað celebrity dæmi og líka þegar hinn bara getur ekki annað en hlegið líka að því ég var eftir þessu fæn gott ég reyna að finna svona, ég held að fyrsta myndin sem þau leku í saman ef að það eitthvað Central Intelligence já, var að segja hana ég hef ekki séð hana þetta ekki þegar hann er að fara í fangelsi og eitthvað jú, ég held það veit ekki það er bara 2017-16 já, það er ekki það langt síðan sko nei, ég veit þetta var góð mynd sko svo byrjuðu alla myndina að vera eins bara já, ok, já, einmitt það gerði fleiri og fleiri já. Svo eru búin að vera þetta öllum anda Jumanji myndunum já sem eru búin að vera bara 100 eða eitthvað já, ekki séna þeim og þeir eru oft líka, þeir eru rosa mikið svona að lesa inn á sömu teiknumyndir en það? Já, þeir eru báðar duglegri að lesa inn á var hann í Moana eða eitthvað, hann Kevin? Ég veit ekki hvort það Kevin, en allavega Dwayne já, en ég veit ekki ég er ekki fyrst með Kevin hvort hann að vera þar en voru þeir ekki báðir í Madagaskar eða eitthvað geta það verið? En kannski ekki Dwayne, kannski bara Kevin ég held að það var Chris Rock Ross náttúrulega já, ok, kannski ég er bara að bylla en eitt ógeðslega gott kombo sem við erum að gleyma já. Jennifer Aniston og Adam Sandler já, það er enda geggja kombo það er sætasta dúó sem ég veit þau eru svona bara tvö wholesome hver hatar Adam Sandler eða Jennifer Aniston? Nei. Þessi fólk svona þólist mikið Adam Sandler en það er ekki að hata hann það er ekki hægt að hata hann nei, það er ekki hægt að hata hann er bara fyndin alltaf bara já, sem eru svona komið ógæðanum sem ég skil en samt, þú veist, ég myndi frekar að fá ógæð af Rock og Kevin Hart skilur já en þú veist, eftir að hann byrja að gera grown-ups 18 já, það er svolítið svona já en allar original Adam Sandler myndinar eru iconic geggjaðar sko hvað heit myndi með þeim tveim sem þú þóttist vera par eitthvað Just Go With It já, Just Go With It jú djöfull svo gerði þið nummer 2 eða eitthvað já, bara daginn nei, ekki Just Go With It, það var eitthvað önnur mynd það var Murder Mystery og Murder Mystery 2 já, ég er eftir að sjá Murder Mystery 2 já ég er bara alltaf, ég sé nýja mynd Adam Sandler að þetta ég á play sko ég var bara svo Murder Mystery 1 bara daginn það? já, að ná bátnum, eða ekki nummer 1 jú, ég held að ég var bara svo daginn, bara þú veist, Ólaðardaríinu og eitthvað ég mitt, það er mjög langt síðan sá hana já, og hún er líka mjög gömul sko, jú fyndi, þau eru algjöra dúlur og eru bara besties þau myndi elska besties veistu hvað er my bestie right now? hver? Miracle Treatment já, best frá sérstaklega eftir útlanda keiða sig, sko sólina, UV, bara 100 og það er best sem ég veit líka þau vorum að nota það bátnum og okkar svona já, vorum við Miracle Mask þar já, ég var líka með hitt varstu með treatment, já ég reyndi að nota eins mikið og gat eins og fyrir svona beatsteg og þannig áður en ég fór út af þau er náttúrulega UV-vörn við lásum fyrir ykkur daginn en 11 er búið til út frá, þess að var vörumerki út frá þessari vöru, Miracle Treatment og að því það eru 11 hefur 11 eiginleika svona heitir þetta 11 ding ding, mjög clever en það er einmitt UV-vörn í þessu líka sem er, þú veist, bara geggja því það þarf að passa upp hárið á sig, sko já, bara 100% mælum ótrúlega mikið með Miracle Treatment já bara, eða eitthvað langar að prófa bara 11 eða aldrei prófa þetta er svona byrja þessu, já byrja þessu, svo kannski finna hvað annað er langar að prófa en bara þessi vara bara, þú veist, ef ykkur vantar raka ef ykkur vantar bara svona einmitt bara a miracle a miracle for your hair bara hálfum ekki sjampóið, þú veist lífind og aðaldóti elska það treatmentið og maskinn og you name it chef's kiss herðu hérna er eitthvað að segja Bella og Kendall, já maður sé svona minna af þeim en þær eru algjörða svona sem maður sér ekki svona hefur maður séð eitthvað mikið að vídeo nei, þær eru ekkert eitthvað mikið svona YouTube-myndbundum og eitthvað Pinterest goals já maður sé bara svo gekk út myndum að þeim saman but it looks like they're having fun já, it does upp á myndubínuna þegar það er að fokka á hana snekkinni já, geði ekki mynd love it
Mikið að fólki að sé Sunnu og Birta hérna. Það? Love you. Sætu. So cute. Paris Hilton og Nicole Richie. Já, og það var ógeðslega skemmtilegt og svo leiðilegt að það eru óvinkonur. Já, í dag. Nei, það eru allir vinkonur í dag. Það eru voru bara eitthvað svona, víst síðasta sería á Simple Life var bara eitthvað, gett mikið hell að taka upp og það vildi bara ekki verið saman herbergi. Shit. Veist, hvernig ekslast þetta þannig? Það eru bara búin að sæna ómarga seríur eða... Já, bara þú veist, einmitt, bara klára seríuna, þú veist, og bara eitthvað þannig, en voru sér lengi einhverjar óvinkonur, en eru víst vinkonur í dag. Algjörlega. En það myndi mig líka á hérna Sophia Richie og besta TikTok vinn minn. Já, hvað heitir hann? Octopussy hérna. Já, hvað heitir hann? Já, alveg veit hvað hann heitir. Djöfull er hann fyndinn. Jake, já. Hann og Sophia eru bara eitthvað krútlega saman sem við veitum. Ógeðslega krútlegt. Sástu hann að seríuna sem hann var að gera að ringja allavega. Já, er hann búin að ringja Sophia? Já, hún ringja Sophia. Ég sá það ekki. Það var eitthvað að ljúga henni með eitthvað að það væri verið að hóta honum ykkur í hann, að þú veist, eitthvað svona ransom dæmi, eitthvað. Ok. Ég sá með Alex Earl þegar hann hringdi hana. Já. Bara að segja ykkur hafði lekið, eða farið inn í síma. Já. Ó, ég var ekki búin að sjá með Sophia. Já, það var úkslega fyndið. Hann hringdi líka í ykkur nokkra aðra. Já, ég sá eitthvað nokkra svona. Ykkur syngkonu líka og eitthvað þannig, já. Æ, ég eftir að sjá með Sophia. Og hann Renee Rapp og eitthvað. Ok, ég eftir að sjá þetta allt. Þetta var hjá Elle eitthvað. Já, ég held það. Já, en við getum tjekka á TikTok. Hvað heitir hann? Jake, eitthvað S. Já, ég man ekki. Jake Shane. Getur það verið? Jake Shane. Já, okkur finnst mér það kunnulegt. Það fyrst að passa. Jú, Jake Shane. Influencer comedian. Þetta er gæði sem ég var til að fara uppstand hjá. Eða bara setja hann í herbyggju hliðin á honum og bara hlusta á hann. Já. Hann er eitthvað eðlilega fyndin. Hann er ógeðslega fyndin. Þú veist líka, að því hann er með eitthvað podcast líka núna. Já. Þú finnir bara hvernig hann bregst við einhvern veginn. Hann er fljótur að bregst við. Svo var hann bara svona, oh no, you were saying that was sad. Oh, okay. Bara svona geðvikt yktur. Já. Þú er bara eitthvað svona, ég er búin að vera veik og ég bara... bara ekkert að hlusta á þig. Já, og þú bara eitthvað svona, nei, bara, þurftu að fara bara að spýta. Nei, oh my god, ert að grínast. Já. Þetta er bara svona. Hann er fokki fyndin. Ég var til að vera vinur minn, sko. Já, ég líka. Svo er hérna Harry og Neil Horan. Já, það er náttúrulega bara hann er ekki rumored og það sé bara hvað sem en bara vinnur það. Já, það var rumored einsinni. Eða Harry og Lizzo. They friends. Já, ég veist ekki. Ok. Lucky Lizzo. Já, gríns. Fuck you, Lizzo. Maður sjá nokkuð sem við viljum fara yfir. Já, eðlilega. Hver er besti í hennar Kim núna? Þú átt að vita það, sko. Já, það er náttúrulega bara lifer, þannig að það er alltaf Allison, það er svona besta vinkonuna sem er svona lifer. Það er náttúrulega Lala er farin. Nei, Lala er ekki farin, Lala Anthony. Ég myndi segja hún. Já, ég spáði akkur hún farin. Nei, ég var að hugsa hana hérna... Aðstofununa hana. Nei, hérna sem var gift hana Scotty, hvað heitir hún? Larsa Pippen. Já, Larsa, já. Hún var náttúrulega besta vinkonunnar og Jonathan náttúrulega the food god. Já, hann bara hvarf. Já, hann er sem komin eftir. Þú veist, hann var í ammalinu hjá Chloe. Ég bara svona, ok, þannig að þið eru ennþá vinnir. Ég held að það væri bara done að þið er ekki múin að sjá svo lengi. Ég held að það væri bara eitthvað NDA dæmi, sko. Já, ég held bara að væri búið. Já. What? Ég sá hann mitt ekstra daginn, ég var bara nokkuð við sem það hefur ammalið hennar. Vá, hvað það er skrítið. Það var engin, ég er ekki búin að sjá neitt það. Ég er allan, já. Hann var allan einhvers staðar í svona eventi hjá þeim. Ok. En já, ég myndi segja að vera Lala Anthony núna. That's cute. Já. Hún er algjör meistari. Ég þekki hana mest út frá Met Gala núna. Já. Hann alltaf kynnið hana. Mitt. Ok, maður sjá. Og við var kannski ekki ammálinu Chloe. Það var einhvers staðar. Já. Ég þarf að sjá, ég finna það. Kannski dreymdi þér það bara. Nei, hvort að hann hefði kannski bara óska henni eitthvað til hamingju. Hann er kannski að reyna að klóra í bakkan. Og ég sé bara þannig, skilur við. Já. Ég man það ekki alveg. I'll figure it out. You'll figure it out. Maður ekki að segja líka Lily Reinhardt og Camila Mendes. Úr Riverdale. Já. Það er mjög mikið á TikTok. Cute. Lúkalega mjög cute. Já, það er sætt. Djöfull eru allir að smaka crumble cookies á TikTok núna. What the hell? Það er gerast. Já. Og ertu að sjá að fólk er ekki að kynkja þessu. Hvað ruggla það? Að því allir eru bara, hvað er þetta að dána 6 svona kökur
og ekki vera bara að Við tókum deyja. þetta bara bita. Og ef fólk- mínís, Birta. Já, og mínís. Þau eru já. með stórar. Já, Og það er bara svona 1200 kalorir í einni, sko. það er ræðilegt, Já. sko. Og þá var eitthvað svona kommenta, ég fælt að kommenta náttúrulega. Og það var kommenta, já það er ekki að kynkja, horfum við bara. Alltaf þegar það taka bita, þá kemur kött. Já, það er eitthvað einhverja sem influensur að kynkja þessu skilur. En þú veist, ok, ég er ekki að segja þessi hræðilegt að sé 1200 kalorir, það er ekkert að því. Nei. Ég er ekki að segja hræðilegt, ég fatt að hvað ég sagði. Ég er bara að meina bara, þú veist, hræðilegt að þú ætla að þykjast. Já, en líka bara Sleftu því það frekar. 1200 sinnum 6, skilur, þetta er bara Ég skil óheilbrigt. alveg að enginn er frá að klára kökuna. Einn biti er ekki 1200 kalorir. Nei, Fattar þau? en hún er að klára hana, þykjast klára hana, skilur. Why? Líka bara alls konar svona mukbang fólk er að, þú veist, klippur alltaf. Þetta er svona rumored, skilur. Já, en akkur þykjast klára. Akkur ekki bara svona, hei, tók bita þessari. Af því að þetta er svona satisfaction að horfa á okkur klára, þetta er eitthvað svona... Ég fæ ekki eins og sjá það. Af því ég fæ ekki eins og sjá Nei. það tyggja og kynkja. Nei. Þú veist, I don't get the lie. Þetta er allavega the rumor þetta mukbang fólk að sé ekki kynkja þessu og sé bara spýtis út og taka annað bita. Það er alveg, it's so many lies. Já, á gríns. Hún er bara að horfa á þetta bara, já, vá, hvernig gerir hún þetta? Bara með þessu stóru diska, Já, skilur, já. fram á sig. Bara eitthvað pingu lítil gella eða eitthvað, Já. skilur. Og vera að gera Yes. það með crumble cookies. Já, Það er ekkert eðla öll að bara taka bita og smakka sér næsta. já. Hvað er að ykkur? Ég hefur ekki séð þetta. Þetta er eina forripitsinu. Ég sá náttúrulega bara ókslega mikið að Kylie og Stas voru eitthvað aftur. Já, en ég sá þetta áður það var. Já. Það var þetta út af því við gerðum þetta hana. Já. Þá byrjaði forripitsin mitt bara hrunin. crumble cookies, Já, núna er þetta bara ennþá meira. Já. Ég bara... Ég sá þær voru að gera þetta aftur, sástu það? Með wings, hana... Fyrst gerðu þær wings, Já. það var einn á Stasi, held ég. Og svo gerðu þær crumble cookies aftur, inn á Kylie. Ok, mínus. Bara í beinu kjölfari Já. eftir wings. En það var einmitt bara svona, þú veist, þær tóku bara bita. Þær voru ekki að klára Nei, kökunar. mitt. Nú kannski meira, þú veist, realistic. Já, þess ég að segja það. Já. Bara be fucking real. Já. What the hell? Akkur þetta fake, þú veist, allavega borðaði það bara allar kökunar, skilur. Já. Ekki ljúga Do mér. it. Já, ekki klippa svona. Ekki feika. Nei, en svo kannski er það bara bull, skilur, en þú veist þetta, ég var bara svona, nei, hún er að kynkja þessu, svo var ég bara, hún er að klippa þetta, eitthvað eða skipti. Vá, það er gali. Já, hún er miljón svona, vídeo. The efforts to lie, to satisfy someone else. Einmitt. Það er alveg galið. En eitt sem er ógeðslega satisfying, sem oft tala hvað er ógeðslega mikilvægt að muna að þrífa bustan ykkar. Ó, já. Og já. fyrir ykkur sem eru OG Tippos fans, þið vitið, já. Our best brush cleanser, Já. Mist & Co. Mist & Co. ætlum aðeins að rifja upp gamla góða tíma. Já, En alltaf mikilvæga tíma. mjög mikilvægt. Það eru bustarhinsarnir frá Mist & Co. Og það er náttúrulega bara þægilegast að bustarhreinsa varan sem er til, sko. Já. Það sem hún bara spreyjar í bustan, nuttar það úr. Og þurr. Það var bara þurr. Hann er bara þurr. Þetta er bara mesta hack sem ég veit 15 sekundur. Já. Er hann bara þarna. Já. Svona. Bara alltaf til heima að mér, elsk þetta. Alltaf til í Já. alvörni. Og svo gott að taka með sér erlendis. Já. Og litla sem þú getur keypt líka frá þeim sem er svona Lítið tuska. lítið hangklæði til þess að þú veist, þrífa bustan í. Þetta er ógeðslega, þetta getur líka tekið make-up af, þú veist, þetta er svona þannig efni, þú veist, eigabótmarki, eitthvað svona fjöllóta þannig tótt, þetta er svona þannig efni og þetta er svo ógeðslega sniðut af því að þetta er alveg mjög erfitt með að blotna, þannig að þú getur alveg nota þetta mikið, þú veist, Já. þú getur klárað heilt bustasett á einu svona, Einmitt. bara snúðið við og eitthvað svona þannig. Maxax, sko. Maxax og ég noti þetta alltaf líka bara insight, smá svona auka skotin í þetta, ég nota alltaf þetta litla hangklæði sem maður getur keypt frá Mist & Co þegar að þrífa hára emblu að þú veit alltaf setja fyrir augun og þetta blotnar ekki, Já. þetta er ekki svo þvottupoki sem blotnar Einmitt, ekki og bara sókar. Já. Og það var sniðugt. þannig að þá fyrir ekkert í augununnar Æ, það er ekki að Já. sniðugt. Þú getur notað því það. þannig ég mæli með Já. ef að er með eitthvað sem vill alls ekki fá sápu í Getur maður augun ekki líka bara notað þetta ef maður, þú veist, að því þegar maður fyrir augnar lengra Jú. eða brow lamination. bara haldi þessu hérna frá Já, ofan haldið sér bara fyrir, just in case, Já. að því það er svo oft sem ég farið í augnar lengra eða brow lamination og svo bara farið inn í styrtuna búf og bara, ups, ég glemdi mér. Já. Fokka þessu. Og þessi 2 hours for nothing. Já. En þetta er alveg að því að þetta er Það er sniðugt. ógeðslega lengi að verða Já. blautt, sko. Þannig ég næði að þrífa á emblu hárið
og augun hennar blotna ekki, skilja, þegar við höldum þessu fyrir. Það er Geðsniðugt. I love it. En burstarhreinsanir er ennþá sniðugri. Bara ógeðslega mikilvægt náttúrulega eins og oft talað að þrífa burstan ykkar. Já. Og hvað er betra en að geta gert það? Það á að gera það? minnstalega einu sinni í viku, sko. Já. Ég gera það ekki sjálf, en ég reyna að muna það. Já. Sérstaklega make-bustan. Eða the sponge. Já. Það er svona, að mér það vera svona mest dirty. Ég maður nota svo mikið. Fokk, ég þarf bara að gera það næst. Já. En líka þægilega við Mr. Co er að þú getur bara setið og gert það. Þú þarf ekki að standa á vaskinn. Einmitt. Þú veist, þú getur bara setið og horft á þætti og fara með litla handklæði fara með sófa bara. Já, ógeðslega þægilegt, sko. Þannig að við ætlum bara rifja upp gömulgóðu kynni og minna ykkur á Mr. Co. Þið fáið þetta í Hagkaup og fleiri stöðum. Þannig að getið kíkt á Instagram með Mr. Co. Eða heimasíðuna þeirra og sé hvað næstu sölustæðar Við mælum með. Við höfum bara mælt með í mörg ár. Já, við höfum alltaf bara og alltaf áttu það. Já, þetta er bara eitthvað sem er alltaf til hjá mér. Já. Svo sniðið þegar maður skiptum augskugga bara svona geða þægild og svona skipta refresh. Já, refresh. Þú veist, ef maður vill nota kannski saman bursta í mismunandi liti. Það gerist fyrir bestu menn. Það held ég. En já, því veist, er ógeðslega fallegt að hugsa út í svona besties sambönd og hvað, þú veist, hvað besties gangi gegnum saman. Hægður og lægður og því að boys coming out. Hægður, já. Segjum við það? Nei, hægður og lægður. Hægðir og lægðir. En ekki, líka stundum hægðir. Hægðir líka, já. Það er alveg umræðum okkar vinahóp. Er það ekki bara allir stelpuðingunar bara tala hægðir? Er það ekki? Jú, ég held að. Þegar eitthvað svona gaurir eitthvað svona stelpur tala ekki bara, er það ekki reynast? Meira þið? Örglega meira þið. You would be surprised. Ef ykkur geti hakkað sín á Snapchatin sem við senda á milli. Please ekki tala það. We'd be screwed. We'd be in the shit. Literally. Hún gæti að hljómar að senda bara myndir að kúkniðinu með eitthvað. Ekki svo gott. Nei. Ekki alveg svo gott, nei. Ekki alveg, sko. Nei, en hljómar það tala því að þú tala Snapchat. Já, ég veit ekki alveg. Við erum að, ég veit ekki nánar til hvað erum að senda svo, en það er ekki myndra kúk. Nei. Not yet. Það er svona til svona app. Aha. Já, ekki með myndum held ég, en það er svona app sem að þú getur, þetta er bara svona, þú veist með vini inn á og þú loggar bara svona kúkiðinn, skilur man ekkert þegar þetta app kom, ég veit ekki hvort ég enda til og vinkonum mín eitthvað, ég var fágur þegar ég bara, er þetta eitthvað bil? Þið þurfum ekki bara að hafa þetta einhvers þar í gögnum, skilur, er þetta eitthvað bil? Vá, svona kúkar 4 sem þennan dag. Já, og bara þú gerir bara the chart og allt, sko. Já, bara hvernig að leit út og litur og lykt og, já. Ég veit ekki með lykt. Ég veit ekki. Já. The chart. Smells like shit. Hvað eru konar út? Ég veit það ekki. Við erum að gera fallega besties þáttur og tala kúk. En þetta er bara, þetta er það sem bara vinur sambund eru fyrir. Besties are for. En talandi áðan, við erum að tala make-up. Já, alveg make-up prinsi og við erum að tala við erum búin að tala overblushing doldið mikið á TikTok og svona. Já. Og við ætlum að tala sun kisser frá Maybelline. Þetta eru blushar og highlighterar sem koma bara í nákvæmlega sama formati og okkar favorite lipstick er kannski svona aðeins stærri en þeir eru með svona lipstick applicator sem er svo þægilegt. Svo nice. Já. Og gott pigment mjög og ekki eitthvað sem að, þú veist, maður stundum svo hrættur að prófa eitthvað svona sem er smá shimmery maður heldur að það myndir svona patcha en þetta patchar ekki. Nei, þetta gerir það ekki, sko. Ég notaði þetta í fyrsta skipti á leiðin til New York og við vorum bara svona, ok, er ég að pröfa í fyrsta skipti fyrir fyrsta kvöldi í New York? I was so impressed. Já, það er geðveikt. Bara ógeðslega næs og ég fíla líka highlighterinn ógeðslega mikið þess að er bara svona, hann er smá svona bronzy og þannig, þú veist, þannig að þú er kannski búin að setja smá kontór og svo setja svona smá til þess að gera það svona smá shimmery sem er bara, this summer is all for shimmer, sko. Já, 100%. Ef það er eitthvað blindness sem ég ætla að vera með í ár þá er það glow blindness. Já, ég er náttúrulega með all the blindness you can name, samkvæmt fucking TikTok, alveg galir. All of them, I have them. Já, I have them. En við mælum ógeðslega mikið með sun kisser frá Maybelline. Já, best. Til í alls konar litum. Þannig að við mælum með It's the best. Þetta er svo næs. Og alltaf þú veist líka bara Maybelline, allt svo góðu verði. Já, nefnilega, og það er svo þægilegt. Já. Það er svona... Þetta er smá svona sjálfið til bara í
djúp Já. af blössnum þar. Samla því? Jú, ég sammála. Þetta er þannig svona looking, svona glowy sticky, lookar sticky, skilur. Já, þannig einhvern veginn texturið. Já, klálega. Þannig að, já, ég fíla það ógeðslega mikið, sko. Já, það tók mig tíma að læra það, því það var svo ógeðslega shimmery, en svo var ég bara, I loved it. Þannig að þetta klára svona. Sjálf tilbúin, já. Það er bara þekkt fyrir að vera bara svona, fólk er að klippa þetta bara, hvað er ekkert í þessu? Nei, einmitt. Þannig að þetta er better dupe, að þú sér því gegn þannig, já, sko, sér hvað er til, sko. Og maður þarf ekki mikið líka. Nei, alls ekki, sko. Nema og sett ég, ef þú vilt vera ekstra. Já, þú veist, við erum með blush blindness, and that's fine. That's fine. You can. Bara, þú veist, you guys be blind for what you want to be blind for. Ángríns. Það er svo leys. Það er líka bara, þetta allt blindness dæmi, fólk er að segja bara, hvað, þú veist, ertu stolt af þessu 2016 tímabili eða þú varst með dippra á augabrúnir, ég er bara svona, já. Af því að það var í tísku þá. Hvað meinar þetta gangu bara gegnum tímabil? Nennirðu að fara í gegnum lífið með því að vera bara svona, hvernig mun ég horfa á þetta look eftir 15 ár? Ég nenni bara ekki að sjá eftir hlutum. Nei, bara frekar að gera það sem þið finnst skemmtilegt og at the moment gera þig glaðan og í staðan fyrir að hugsa bara, nei, eftir 15 ár þá mun ég hugsa, oi, hvað var ég að pæla? Besta blindness sem ég er búin að heyra boyfriend blindness. Já. But let's make that a thing. Ángríns frekar. Já, ángríns. Why did nobody tell me? Ángríns. Boyfriend blindness. Úff. It's a thing. Við erum að fara í nýtt topic bara í áskriftinni. Já, ég held að við erum að fara í blindness í áskriftinni, en nei, it's a thing, sko. Þegar bara svona, veist, þegar maður hefur svona ranka við svo, hvað er ég að pæla? Hvað er að fucking pæla? Bara, þú veist, já, bara, nei, takk. Help us. Það er ymmið þessi tíma sem maður gengur í gegnum svona blindness tímabil sem að bestís er alltaf manni við hlið. Já, og getur rætt þetta með bestís bara. Ángríns. Þannig að við vonum bara að þið komu að hitta okkur Bónus Smáratorgi á 50-daginn klukkan 10 til að fá frían bestís og alls konar skemmtilegt með. Og ef þið eru sein, það getur bara keypt bestís. Já, þá er það í Smáratorgi. Þá til byrðir endast. Já. Og svo ætlum við að taka smá ferðalag frá 50-degi yfir til... Við fyrir bara beint úr Bónus á ferðalagið. Já. Bara á bestís-bílnum. Þannig að það er að fylgjast með okkur. Já. Það var ekki að vera með svona hákall tracker nema á bílnum okkar, svona hvar við erum. Smá creepy, smá nice. Nei, bara með að vera með ferðast. Svo slökkum við, þú veist. Það var gaman. Já. En notum bara svolítið Instagram story, TikTok eins mikið og við getum bara til þess að hendin hvar við erum og þannig. Þannig að við ætlum að vera ógeðslega duglegir að fylla á bílinn, bestísbílinn. Já, brjála að gera hjá okkur nú næstu. Þannig að við erum ótrúlega spenntar. Ógeðslega spenntar. Það verður svo gaman. Og það verður svo mikið af ísborðum sem er svo spennt fyrir að þetta er alveg besti ís. Bestís. Þannig að komið með þetta ferðalag. Love you guys. Love you besties og sjáumst helgina. Bye.